kvöld og verið sæl. Ég var hér í flugsmiðjunni í kvöld. Ætla ég að sýna ykkur hvernig á að hnýta Bismó. Bismó eins og ég hnýta hann. Og margir sem eru hérna hafa keypt þessa flugu að mér í gegnum árin. Við notum sem sé svona sem sé silfur Mylar tinsel eða Mylar piping heitir þetta, og ég ætla að hnýta þetta úr áltúpu. Þannig að við tróðum sem sé, þetta er dálítil vinna að hnýta hann svona, en sumir myndu bara nota flatt silfur á búkinn, en þessi aðferð hefur reynst mér mjög vel og hún hefur komið vel út. Þetta er fluga sem endist ágætlega svona. Þannig að við ætlum að tróða þessu hérna eins og ég er að gera hérna. Þá koma túpunni inn í Mylarinn, inn í hólkinn. Það getur verið smá vesen. Hún er komin inn í, sjáðu þið. Svo þarf hún að fara hérna á, svona, nú er hún komin inn í, og þá þurfum við að finna nál sem að passar í túpustykkið, sem passar hérna inn í þetta, og hún er hér, og þá gerum við þetta einmitt akkurat svona. Svo er bara hert alveg á fullu, svona, klippum á þetta. Og áður við byrjum, þetta er í rauninni svona prímeikið af flugunni. Svo þurfum við að festa þessu hérna niður. Klipp þetta hérna. Og kemum með hausnúttækið. Skellum á þetta hnútum. Og til þess að loka þessum enda hérna aftan sem ég er að búa til núna, við ætlum ekki að gera fleiri núta á þetta. Ég myndi mæla með því að lakka þetta eða skella smita superglue á þetta, þá fyrir þetta alveg gjörsamlega til friðs. Svona, og þetta komið á. Varðandi fremri hlutan á flugunni, þetta er sem sé skottið á henni, eða aftari hlutin, varðandi fremri hlutan á flugunni, þá getum við sem sé líka byrja á hausnum, hann er bara hérna. En þetta er bara, ég bara rétt til þessu hérna með hvítum til þess að í rauninni koma þessu niður. Skellum á þetta hausnúttakinu. Ekki að fá silfrið hérna inn í þetta. Svona. Jæja, þá er þetta orðið fast niður og við festum tvinnan hérna. Þá er næsta skref í þessari Bismó-flugu, það er að skella hérna á hana væng. Klippa þetta hérna til. Vængurinn spilar dálítið stóran þátt í túbunum. Svona. Og svo er óhætt með Bismóinn sem túbu. Það er alveg óhætt að hafa hann hérna hausinn á honum dálítið stóran. Næst setjum við svona perlu tinsel inn í vænginn. Það gerir ég með því að bara bregða því hérna utan tvinnan svona. Og þá get ég stjórna í rauninni svona hvað það kemur niður. Setjum nokkra góða þétta vafning á þetta, svona. Næst yfir þetta er svo svart geit sko. Kemur hérna. Og hann má vera ívið lengri heldur en blái hlutin sem er undir. Þá kemur þetta svona. Nú hnýtum við þetta niður hérna. Nokkra góða þétta snúninga, það er ekkert að því þó að fara dálítið að tvinna í túbunar og það bara gerir það er bara óhjákvæmilegt. Eitt í viðbót við fluguna áður en við lokum þessu, þá eru það, ég nota hérna 2 góða peacock eða páfuglsfanir hérna til þess að setja hérna ofan á vængina á honum. Þannig að þetta líti svona með svona út.
hann verður fallegri þannig og líka menn biðja yfirleitt hann þannig. En þá flugan bara eiginlega tilbúin. Eina sem við ætlum að gera að skella á hana augum og lakki. Þá ekkert annað eftir nema bara að skella á þetta hausnút og svona. Það vanar í þessu tæki. Svona. Næsta sem eftir að gera þá það í rauninni lakka á þetta hérna svona. Má lakka neðri hlutan hérna líka. Þetta sem sé augaflakk. Sé ég að stendur út úr henni hérna endi þá að klippa þetta alveg upp í kverk svona. Höldum áfram með lakkið. Það setjum við allan hringinn. Og þetta sem sé hausinn á flugunni byggður úr þessu. Herðum þetta með ljósinu. Svona, þá það komið. Og næsta sem við gerum það að skella á hana augum. Augun eru hér. Þau eru, þetta svona, dálítið vandarsamt að vinna með þetta. Þú þarft annarkvort náli eða eitthvað oddmjótt. Ég hef notað hérna dúkanhefi líka til að taka þau af, en þá þarf að taka þau af hérna með einhverju örmjóu. Setja þau á hérna, tylla þeim svona, eins og við viljum hafa þau. Og þetta dálítil vinna. En vöndufluga yfirleitt þannig að það vinna á bakveðana einhver. Og svo festum við auganu bara rétt tyllum því með svona lími hérna. Svona. Herðum þetta. Svona. Svo komum við aftur með límið. Sem þá hér og nú þurfum við að fara hérna bak við augað. Ok, það er á stað hérna svona. Það var ekki alveg orðið fast. Nú festist það þólandi svona. Nú er augað orðið fast og nú ertu að fara með pensilinu núna og setja meira lakk á það og búa til í rauninni skil yfir það. Svona. Og ég ætla ekki að gera þetta nema bara öðru megin. Hitt augað gengur alveg eins fyrir sig. Þá herðum við þetta svona. Allan hringinn. Svona, þá er þetta augað orðið klárt. Og útkoman á auganu í rauninni þá svona. Þið sjáum hvernig það og situr á. Og ef við viljum hafa þessa flugu með augum þá þurfum við að gera það svona. Og það er ágætt að hafa hausinn temmilega stóran upp á að það sé pláss fyrir augað. En þá er bismóðin bara klár. Þannig að ég átti að enda auga á hann hinum megin. Og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Og þið megið subscribe rásina, setja like á vídeo og deila þið viljið. En þangað til næst, þá bara sjáumst við hress og gott. Takk kærlega fyrir.